Góðan daginn. Góðan daginn, elsku olíuvinir. Það er laugardagurinn 1. nóvember. Byrjum á endanum og fáum okkur hérna present time. Aðeins til að setja okkur í réttu tíðnina, getum við sagt það. Present time er ótrúlega fallegur ilmur. Ég tala svolítið hann á eftir. Ég nota hana ótrúlega mikið þegar ég var svona með vesen, bara var kvefuð, mér var með krónískt kvef. Þegar þetta nota hann inn á tilfinningar, meðal annars sorg og missi og spennu. Þannig að ég nota hana rosa mikið inn á lungnasvæðið. En við ætlum eiginlega að byrja núna. Hæ Magga, takk fyrir að koma. Við ætlum að byrja því að tala svolítið Ningxia Red. Af því það er komin jólabæklingur, svakalegur jólabæklingur. Og í honum eru 6 flöskur, sem sagt 4 og 2 saman í pakka. Það er að kaupa þær sem sagt bara saman á tilboði og svo er þetta að kaupa eitthvað sem heitir Red Boost. Og þá eru það 6 flöskur, 4 og 2 af Ningxia Red og svo sulfurzyme og ég ætla að sýna þér bara núna hvernig ég gerir svona red drink. Rauðan drykkin hans sem ég man ekki hvað heitir núna. Ég er búin að setja pínlítið volt vatn eða svona úr heitt, þannig ekki mjög heitt lengur að volt í glasi mitt af því mér finnst best að leysa sulfurzymeið upp í, þetta er bara svona 1 lítill skammtur, það er líka mjög sniðugt að blanda red í bara heila flösku. En ég ætla sem sagt bara að gera þetta svona núna og svo tek ég sulfurzyme sem er MSM, efni sem er víst eitt af vinsælasta bætiefni í heimi núna, mest selda bætiefni í heimi og það er MSM og svo er úlfaberja duftið. Það er úlfaberja duftið í þessum hylkjum sem hafa ótrúlega mikla andóksun og líka næringu og það er einhvern veginn sambandið á milli þess að vera með úlfaberja duftið og MSM sem er eiginlega sulfúr, svona efnasamband sem er nauðsynlegt fyrir allar frumur líkamanns. Hjálpar frumunum að þessu flæði yfir frumuhimnuna, bæði að taka inn vökva inn í frumurnar og losa frumurnar við vökva og toxin, því þær þurfa að geta losað vökva til að geta losað sér við toxin. Þannig ég tek bara hylkið, opna það og setja, ég ætla að byrja því að setja Ningxia Red inn í glasið mitt. Velti flöskunni, það er búið að opna hann í morgun, þannig að hún er svo sem alveg vel blönduð. Þannig ég set bara góðan slurk af þessu, út í. Og svo ætla ég að setja hylkið, þannig ég ætla að losa úr hylkinu. Opna það bara. Opna það og setja þetta bara allt í duftið. Svo getum við notað þessi hylki ef við viljum taka olíur, oregano eða Thai ice. Og það er þessu bara saman. Þegar vatn er orðið aðeins og kalt, því þegar það er aðeins volt, þá blandast þetta betur. Svo ég ætla að bæta bara í þetta aðeins meira vatni. Það er ekki skröldi í mér. Og Ningxia Red er náttúrulega bara inniheldur ótrúlega mikla andóksun eins og ég sagði og líka ótrúlega mikið af hlutfallslega mjög mikið af alls konar næringarefnum. Ég ætla að bæta nýtró í þetta svo ég mig gangi betur að tala. Þannig að hlutfallslega mjög mikið af alls konar bara C-vitamíni, meira en appelsínu, beta-karótín, mjög mikið af alls konar A-vitamínu, beta-karótín, zeaxanthin, lútein, það er sink og magnesíum, kalk. Þetta er bara ótrúlega góður drykkur daglega til að tryggja góða heilsu. Af því það er það sem við gerum daglega sem skiptir máli, ekki hvað við gerum allt í eina viku eða 3 vikur eða 4 vikur, heldur daglega allan ársins hring skál. Alright, þá byrjum við. Byrjum við á kaupaukagjöfunum
og það er fennel sem er fyrsta olían. Fennel er kannski svona freka þekkt, þetta er svona finnur lakkrís keimur af henni, það er ekkert allir sem elska hana, hún er í mjög mörgum vörum frá Young Living sem eru góðar fyrir meltinguna. Þannig hún er góð fyrir meltinguna til að bara fyrir loft í maganum, bætir meltinguna. Hún er svona lakkrís keimur af henni, hún er alls ekki slæm, það mætti alveg setja henni til að setja hérna út í drykkju minn. Hún er alls ekki slæm og ég kannski hægt að nota hana jafnvel svona í einhvers konar í mat. Ég hef ekki prófað það en ég geta alveg ímyndað mér. Fennel er sem sagt góð fyrir alls konar tilfinningar líka sem að lúra í maganum og hjálpar okkur að digest, bara hjálpar okkur að melta. Líka það sem við kyngjum og erum oft bara svona geymum í maganum okkar. Fennel, mjög góð fyrir allt mögulegt sambandi með magann og líka fyrir svona sem jurtum líka notu fyrir þvagfærasýkingar og líka hjarta, svona koma á jafnvægi. Svona pínlítið vatnslosandi. Fennel og svo er það cinnamon, kanilolían og þetta núna fyrir jólin, það svona hentar vel að vera með kanilolíuna. Cinnamon bark, þetta er ekkert sérstaklega ódýr olía, þetta er fyrir 190 PV. Þannig fennel verð fyrir alla fyrir þá sem eru í áskrift og það er mjög flott tilbúð núna fyrir þá sem vilja byrja í áskrift í fyrsta skipti, fá tösku, verið 4 mánuði í áskrift. En þessi cinnamon bark er mjög heit olía, hún er í Thieves, hún er í ýmsum blöndum og hún er alltaf, maður þarf alltaf pínlítið að passa sig á henni. Og ef maður brennir sig á olíum þá verður maður að nota fitur, nota VAF6 grunnolíuna, nota ólífuolíu eða einhverja fitu til að minnka brunan og roðan. Það má alveg borða hana, má setja hana í mat, hún er til sem plúsolía, þannig að þetta er alveg sama innihaldi í þessum olíum. Og auðvitað má borða kanilolía þegar hún er bara úr kanil. Hún er bara alveg mörg 100 sinnum sterkari en kanill. Með þessi heitu, þennan eld sem er í kanilinu, menn svona finnst kannski ekki eins mikið þegar maður er með duft. Það má nota hann í te og drykki, í mat, í bakstur, í kökur. Það má setja hann í ilmóðarann ef maður fílar hana og líka í hreingerningar, og hún er náttúrulega alveg frábær sem hreinsandi olía. Þess vegna er hún í Thieves, af því það er ekki mikið af svona örverum sem að elska cinnamon, sem að elska kanilolíuna. Þannig er mikið jóla, þetta nota hana í allt, hún hitar auðvitað, þetta er gott að setja hana undir fæturnar, blanda hana í VAF6, setja hana utan undir fæturnar ef manni vantar svona að hita, eða er að fara í göngur eða kalt á fótunum. Hún er auðvitað líka í Abundance, sem er olía mánaðarins. Og Abundance er með appelsínu, greni, kanil, hún er með svona pínu jólavæpi. Og Abundance er fyrir flæði, fyrir gnægð. Og maður getur nota Abundance þegar maður er svona að vilja draga til sín meira flæði. Bara hvaða formi sem það er, hvort það eru peningar eða lífsgæði eða kærleikur eða... Ég elska að taka hann undir tunguna, sko. Það er hvort að mér takist að gera þetta. Hún er mjög skemmtileg á bragðið. Hún er pínu spicy, en hún er bara mjög skemmtileg. 190, svo var það 250 og það er náttúrulega bara þetta hér. Rose Ointment. Sjáðu hvernig þetta er hjá mér. Ég nota þetta mjög mikið því ég er með þurra húð líka. Þetta er mjög gott á þurra húð, ég lefði gott á varaþyrk. Kannski einstaka sinnum sem svona næturkrem til að mjög að næra húðina mjög mikið á lítil sár, ef maður er að setja
lítil sál sem að gróa, maður getur sett smá lavendir og svo sett þetta yfir, svona til að halda olíunni á sárinu, á olnbogana, á hælana, alls þar sem er með þurra húð. Þetta er náttúrulega bara bívaxkrem með rósaolíu og það eru 10 olíur í þessu ótrúlega fallega kremi. 10 olíur sem eru góðar fyrir húðina. Rose ointment, rósa salvi. Svo er það þessi litli sæti ilmúðuri, svona eins og kaffibolli. Það passar okkur þetta í kaffi standinn í bílnum, þannig að maður að ferðast og það er svona USB tengja á honum. Þannig að þetta er upplagt fyrir bara bílinn, gott að hafa í bílnum. Wanderbliss og hann er bleikur, þessi sem kemur núna. Svo kemur 400 PV og ég vil bara benda þér á ef þú ert einhvers staðar með pöntu sem er nálagt 400 PV þá er oft bara mjög hagstætt að fara upp í 400 því þá sleppum maður við þessar 22 evrur. Þannig að þá lækkar kostnaðurinn og maður getur valið sér hraðsendingu af því það er free sending fyrir 400 PV. Ok. Svo kemur náttúrulega aðalolían og það er present time. Sko, ég er bara með alveg bunch af tómum present time af því ég í fyrra þá fór ég að nota hana rosalega mikið fyrra eða hvernig sem það sem ég fekk þetta ógeðslega kvef sem ég gat ekki losna við og ég gat ekki losna við það eftir venjulegum leiðum sem ég hef notað hingað til. Það var einhvern veginn annarkvort þegar þessi vírus eitthvað öðruvísi eða ég þurfti eitthvað á einhverju öðru að halda. Og ég fór að skoða bók sem ég á sem er svona tilfinningarlosun og ég gat bara fundið 3 olíur og present time var ein af þeim og hún var svona fyrir missi, hún var líka fyrir svona bara ranghugmyndir getur sagt og ég notaði hana, þessa olíu, rosa mikið í 3 daga og þetta bara snerist við. Þessa olíu og 2 aðrar en present time, hún er ótrúlega falleg. Ég hafði aldrei svona ég hafði aldrei verið mikið að nota hana. Ég hafði gefið flöskur og þetta er olía sem kostar 17.000 krónur. Bara þessi eina olía kostar 120 evrur. Af því hún inniheldur neroli, blómaolíuna, appelsínu blómaolíuna, iljang, líka önnur blómaolía og sprús. Þannig að það eru bara þessar 3 olíur í present time. Og sko neroli, mjög falleg saga bak við neroli. Neroli svona var til sem ylvatn á Ítalíu þegar það sem Anna Maria, prinsessa af Neroli, bara notaði neroliolíuna sem ylvatn og kynnti hana fyrir svona aðlinum í Ítalíu. Hún notaði hana á hanskana sína og slæðurnar sína bara á allt sem hún var með. Og það kemur auðvitað ákveðin tíðni, gleði, hún er uppliftandi, hún er góð fyrir, hvað var hún aftur nú er ekki með bókina hérna. Hún var, fyrir einmitt svona pínu þunglindi, ef maður er þungur. Hún er upplyftandi, hún er mjög upplyftandi. Og iljang er það líka ótrúlega falleg blómaolía. En hún Anna Maria frá Neroli, hún fekk nafnið á olíunum var til. Það er talið að það er rakið til hennar. Þannig að þetta er algjör prinsessuolía og iljang er það þetta líka og hún svona kemur jafnvægi á líðaninn okkar. Af því þegar er ójafnvægi þá líður okkur ekki sérstaklega vel. Þannig að hún hjálpar okkur að koma á jafnvægi. Jafnvægi á karl og kvennorkuna. Þetta er alveg guðdómlega falleg olía. Present time. Hún er líka svona þykk og skemmtileg, mjög mild, mjög blíð og góð.
Við erum komin upp í 450 PV. Þannig ég er búin að fara svona í stuttum máli yfir olíurnar sem eru gjafir með kaup auka gjafir hjá Young Living í nóvember og svo sem sagt alveg fullt af alls konar tilboðum og það meðal annars þetta Ningxia tilboð sem ég er búin að tala um. Já, og auðvitað ætla ég að segja að hún present time þetta í feelings pakkanum og feelings pakkin ótrúlega það ótrúlega góð kaupa því að bara feelingsolían og Valor eru svona frekar dýrar olíur. Þannig að allir feelingspakkin kostar ekkert mikið meira heldur en bara þessar 2 olíur. Þannig að maður ekki að ná því núna að taka 450 PV og fá present time sem gjöf, sem samt ekkert erfitt að gera bara jólainnkaupi núna, fullt af fallegum vörum í jólabæklingnum, fullt af fallegum vörum á tilboði. Ég get ekki farið yfir hann núna svo margt, en kannski ég gerir bara vídeo þar sem ég fer yfir myndirnar í honum. Það sem sagt rósarolía, jasmín og sandalvút, það hægt að kaupa það saman í pakka, það sér allar á tilboði. Það þetta nýja fallega collagen peptide serum. Þetta bara guðdómleg andlitsvara og svo sápurnar og sjampúin komin inn núna, það hægt að kaupa þau í áskriftarpöntunni í Loyalty Rewards og þetta hér. Þetta alltaf á ótrúlega miklum afslætti fyrir jólin og hægt að kaupa þetta og líka Freedom Release og Freedom Sleep Kittin. Þannig að þau koma aftur inn núna. Og nú geturraunin, þú mátt náttúrulega ekki fara, en geturraunin eftir. Og hún verður bara í dag, þannig í dag 1. nóvember, þannig að þeir sem svara í dag fara í lukkupottin og gjöfin svona roll-on, ég ætla að gera svona roll-on úr 3 vinsælustu, mest seldu, bestsellers olíunum frá Young Living og spurningin